Komið sæl og velkomin að græna borðinu. Ég heiti Rakel Hinriksdóttir, ég formaður SUNN sem eru samtök náttúruvernd á Norðurlandi og við erum hérna saman komin. Ég ekki eini formaðurinn hérna með borðið vegna þess að ég með líka með hérna formann og meðstjórnanda annara landshluta samtaka í náttúruvernd og formann landverndar, þannig að það nóg af formunum að nóg af fólki sem starfar í náttúruvernd, þannig að við ætlum að tala það og ég ætla bara að byrja á því að óska eftir því að þið kynnið ykkur. Guðrún, ef við bara byrjum á þér. Já, takk fyrir. Ég heiti Guðrún Óskarsdóttir og formaður NAUST eða Náttúruverndarsamtaka Austurlands. Og nú veit ég hvort ég að fara bara beint í sögu NAUST, ef ekki að leyfa að fara hringinn. Jú, tökum hérna einn hring fyrst. Davíð. Já, ég heiti Davíð og Hafnfirðingur og félagi í Náttúruverndarsamtökum Suðvesturlands. Og ég heiti Þorgerður og formaður landverndar og ég líka að austan, þannig að ég hef sterkar tengingar þangað. Já, ok, skemmtilegt. En dekka all landið núna í landvernd, sko. Já, nákvæmlega. En það gott að það svona alveg þvert yfir, að þú ert með svona yfirsýn yfir allt. Það nefnilega svolítið skemmtilegt að segja frá því að þessi landshluta-samtök, þau ekkert alveg ný af nálinni nefnilega. Það gaman að segja frá því að bara nýverið þá fekk ég póst sendan bara heim til mín inn lúguna svona upp á gamlamátan frá Helga Hallgrímssyni sem stofnaði SUNN með alls konar upplýsingum. Hann 91 árs í dag. Hann sendi mér alls konar upplýsingar SUNN og hin landshlutasamtökin sem voru öll stofnuð á árunum 1969, þá var SUNN stofnað á Laugum í Reykjadal og svo til ársins 1974 þá voru þessi samtök stofnuð, það var SUNN og NAUST, Náttúruverndarsamtök Austurlands og Náttúruverndarsamtök Suðurlands, Suðvesturlands og Vestfjarða. Í dag þá eru þessi þrjú samtök sem við sitjum hérna fyrir, þau eru svona virkust og einhver liggja niðri en hvað, þú veist, mögulega í framtíðinni þá vaknaði aftur. En mér svolítið gaman að þessu að það sé svona þessi saga á bakvið. SUNN til dæmis hefur legið svolítið niðri en svo hefur verið endurvakið tvisvarsinnum. En ég veit að NAUST til dæmis búið að vera í rauninni starfandi allan þennan tíma. Mismikið, en þú kannski segir okkur aðeins frá. Já, það búið að vera óslitið starf, mismikið eins og þú segir, en samt eftir því sem ég best veit, óslitið bara frá 1970, stofnfundurinn var hérna held ég í september 1970 og var vel sóttur, bara 50 manns mættu og áður en langt leið voru félagar orðnir 200 og þetta var einmitt á þessum tíma eins og þú lýsir, þar sem að tíðarandinn var svolítið þetta var að koma. Það var þarna fyrsta umhverfisráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Stokkhólmi fljótt í kjölfarið og fólk var að vakna til lífsins með þetta. Já, svona innbyltingin einhvern veginn búin að velta af stað og alls konar hugmyndir misgáfulegar út allt nýtingu. Já, og bara mikil þörf fyrir að fara að ræða máli náttúrunnar og tala máli náttúrunnar. Einmitt. Og það sem líka svolítið skemmtilegt að þeir reyndar voru þetta mest kallmenn sem stofnuðu þessi samtök en þetta voru náttúrufræðingar. Þetta var í rauninni og mér þykir svo vænt það persónlega að hugsa til þess að samtökin voru stofnuð ekki bara til að vernda náttúruna heldur líka til að fræða. Mér finnst það svo falleg hugsun vegna þess að þessi hugsun að ef þú þekkir náttúruna vel þá hefur meiri löngun til að vernda hana og þetta var svona einhver hugsun sem að þeir lögðu upp með. En getur þú sagt okkur eitthvað frá upphafi Suðvestur? Já, ég get sagt allavega að þann hluta söguna sem ég þekki kannski einna best og það frá svona cirka 2010-2011 og síðan þá hafa Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands verið starfandi í svona nokkuð óbreyttri mynd síðan þá. Þau koma til þarna vegna þess að þannig rammaáætlun að koma fram og svo auðvitað Áróssamningurinn á svipuðum tíma og þannig kemur saman fólk aftur svolítið til þess að
allavega berjast fyrir Reykjanesinu sem að þá var meirið að minna bara allt undir og auðvitað enn í rammaáætlun. Svartsengi að fara af stað, eldvörpin og fleira og verið að bora vítt og breytt. Og fólki blöskrar. Það upplifir eins og sé verið að hreinlega fórna Reykjanesinu fyrir hálendið og finnst allt og langt gengið. Síðan þá hefur við verið að bæði fjalla og miðla upplýsingum hvað stendur til á Reykjanesinu. Við höfum kannski ekki sinnt fræðslu hlutverki sérstaklega eins og þú segir, en við höfum veitt umsagnir og komið fyrir á fundi með þingi og ráðherrum og fleirum og reynt að koma okkar hérna málstað á framfæri. Ekki síst af öllu vitundavakningu stórkostlega náttúru Reykjanes og þau tækifæri sem að þar búa langt umfram einhvers konar nýtingar hugmyndir. Einmitt. Þorgerður, Já. Nú er ekkert langt síðan að við svona tókum svolítið höndum saman svona út land og einmitt í skjóli landverndar eiginlega og þið eru búin að vera mjög dugleg að svona láta okkur vita af ykkur og minna á og þetta kom svona svolítið í kjölfarið eftir síðustu alþingiskosningar. Það sem í rauninni, náttúruverndin, ég held við getum alveg sagt, bara misti sína rödd á þingi. Já, þetta var líka bara alveg sérstök áhersla hjá mér og Björgu Evu sem að tók sem við þarna á svipum tíma og ég kom inn í landvernd sem framkvæmdastjóri að það var bara markmið hjá okkur að tengjast betur þessum samtökum sem eru virk út all land vegna þess að fólk sérstaklega í smærri samfélögum upplifir sig svo oft bara einhvern veginn aðleitt og bugað í þessari baráttu og bara til að sýna við erum ótrúlega mörg og landvernd ekki bara fólk í Reykjavík, við erum með félag út all land, félagar eru á 7.000 þannig að það þetta ekki bara eitthvað svona einhverjir sérfræðinga samtök og þá þarf einmitt þetta var mikið stofnað af náttúrufræðingum en það hefur alltaf svona sín sem og meira við þurfum ekki bara náttúrufræðinga og ég held að margir halda þau þurfi að vera náttúrufræðingar til þess að mega koma og taka virkan þátt og svona en það bara ekki þannig og við erum með fullt af fólki í stjórn, við erum með listamenn og tölvunarfræðinga og bara alls konar og ef ég segi kannski aðeins bara til að enduróma það sem þið voru að segja, landvernd stofnuð þarna á svipuðum tíma 1969 og þannig að þetta mjög rótgróin samtök en þau hafa breyst afskaplega mikið. Þau voru með mjög mikið landgræðslu hlutverk og það var bara þangað til nýlega í nafni samtakanna landgræðslu og umhverfisvernda samtök. Við höfum ekki kannski verið að sinna landgræðslu hlutverkinu eins mikið en það eru bara komnir kannski aðrir í það er bara já og kannski svona ég held líka að stemmingin hafa svolítið breyst þessi svona landgræðslu félög landin þau eru bara ekki virk en þú kannski veist meir það, Davíð? Ég held nú reyndar að það séu landgræðslu félög hringin í landið virk. Er það? Já, okay. ég nokkuð samfærður það en þetta kannski svolítið svona öðruvísi heldur en var fyrir allavega, 20 ára síðan. En það allavega langt síðan að landvernd kannski fór meira í bara svona það sem við kallum bara græna pólitík og og ég held það hafi breyst rosalega mikið við Kárahnjúka að þetta var miklu svona þetta var allt öðruvísi stemming en svo held ég að það hafi bara fólk fundið svolítið að það var algjört tómarum þarna í bara hver að berjast fyrir náttúrunni þú veist að fólk líka bara brann út í stórum hópum þarna í kringum þessa framkvæmt og landvernd hefur verið staðivaktina þarna með reyndar öðrum samtökum eins og náttúruvernda samtökum Íslands sem eru svona hinn kannski stóru svona náttúruvernda samtökin á landinu en fræðslu hlutverkið líka mjög gífurlega stór partur af því sem landvernd það hefur ekki breyst og það hefur bara elfst og þar ég náttúrulega að tala um grænfánaverkefnið og grænfánaverkefni einmitt líka fræðsluverkefni sem snýst ekki bara að kenna náttúrufræði og ekki heldur bara að flokka, fólk heldur ofta við erum með flott
flokkunarkerfi í grænfána skólanum. Það er ekki þannig. Það snýst nemendalýðræði, það snýst gagnrýna hugsun, það snýst að nemendur átti sig á bara virðiskeðjum, á bara því sem þau neita, því sem þau gera, hvaðan það kemur og líka síðan náttúru, túlkun og náttúru, að kynnast náttúrunni. Þannig að það er svolítið það kemur niður á nemendur að ákveða svolítið mikið hvað stefnu þau taka í sínum grænfánaverkefnum, nemendur og kennar og alls konar þemi sem það geta valið úr og svo setja þau sem markmið og það snýst að það sé umhverfisráð skipað af nemendum sem að tekur svolítið stjórnina. Þannig að ég held að fólk miskilji oft hvað grænfáninn raunverulega og það eru yfir 170 skólar allt í kringum landið sem eru grænfánaskólar. Þannig að þetta er bara virkilega mikið kjarnastarfsemi hjá Landvernd. Já, þú veist, það er ótrúlega gaman að þessu eins og þú talar að þið hafa kannski ekki haft mikið rými fyrir fræðslu og það held ég bara málið að maður hefur kannski ekki rými í það vegna þess að við sem að störfum í þessum náttúruverndarsamtökum út land, við erum allir í sjálfboðavinnu og erum vantarlega flest í einhverjum öðrum vinnum og alls konar öðru. Þannig að það er eiginlega bara svona smá lúksus þegar maður getur gefið sér tíma til að skipuleggja fræðslugöngu eða eitthvað slíkt. Okkur hefur tekist að gera það annars slagið en auðvitað fer mestur tíminn í að fylgjast með málum í landshlutanum og fylgjast með því sem er í pípunum hjá sveitafélagunum og lesa fundargerðir og fara onni í þetta allt saman. Þetta er alveg pínu skotgrafir þannig að það er alveg það er mjög einfalt eins og þú talar að brenna svolítið út í náttúruvernd. Þess vegna finnst mér svo huggulegt einhvern veginn að hugsa til þess að við erum líka með þessa fræðslu hugsjón og það veitir mér allavega svona aðeins meiri gleði einhvern veginn að hugsa það líka stundum af því að maður getur alveg orðið svolítið stundum pínu vonlaus í þessu. En bara fyrir mig allavega sem formannsson að þá þykir mér óbúslega vænt það að vera komin einhvern veginn í meiri samvinnu með ykkur og með Landvernd og það eins og þú lýstir þessu að það getur verið svolítið einmannalegt. Þú veist, það getur alveg verið svolítið einmannalegt að vera náttúruverndarsinni einhvers staðar á hjara landsins en þannig að það sem við ætlum að tala líka núna er að við ætlum náttúrulega að fara í þessa grænu göngu sem er einmitt og mér finnst bara gaman að segja frá því að í dag er alveg svolítið gaman að vera náttúruverndarsinni og ég er ótrúlega stolt af því að vera náttúruverndarsinni og mér finnst það miklu skemmtilegra þegar við erum öll saman og það einmitt það sem þú sagði líka þetta með að maður þarf ekki að vera náttúrufræðingur maður þarf ekki að vita allt þarf ekki endilega að vita hvað rammaáætlun snýst maður þarf ekki endilega að þekkja alla þessa alþjóðasamninga þú veist, maður getur líka bara verið manneskja sem elskar náttúruna og á einhverju staði sem ekki væntum og vill einhvern veginn ekki sjá fram á einhvers konar framtíð þar sem við þurfum að hafa áhyggjur af fuglunum okkar og bara votlendinu og hálendinu og ég veit ekki hvað. Þannig að mér finnst óbúslega dýrmætt að við séum einhvern veginn að efla okkar samvinnu. En mér langar núna aðeins að fara út í það að biðja ykkur að segja aðeins svona hvað er að frétta á ykkar horni, Guðrún. Já. Kannski fyrst langar við bara til að taka undir að segja með samvinnuna. Þetta hefur verið alveg bara mjög hjálplegt og ég get bara nefnt sem dæmi málþing sem að Naust hélt í fyrra með Landvernd einmitt og það einmitt svona gerði okkur kleift að halda þetta saman. Það málþing var áhrif vindorkuvera á náttúru að því okkur fannst bara eins og er svolítið upplýsingaóreiða í gangi þessi mál og okkur langaði bara að bjóða sérfræðingum á hverju sviði að koma og halda fyrir okkur erindi og sita svo fyrir spurningum sem við getum fengið upplýsingarna bara beint í æð, beint að kunni. Þannig að við fengum fuglafræðing til þess að fjalla áhrif á fugla, við fengum líffræðing til þess að fjalla áhrif á spendýr og gróður. Við fengum bara helsta sérfræðing Íslands í víðáttu málum til að fjalla áhrif á víðáttu og svo fengum við líka mannesku frá sveitafélaginu og einmitt frá Landvernd til þess að tala málin frá sínu sjónarhorni.
Og síðan settist allt þetta góða fólk í lokerinda í pallborð og tók við spurningum, þannig að fólk hatt fengið bara einmitt fræðslu bara hvað það sem að hafa áhrif á þennan og þennan þátt náttúrunnar og þetta var einmitt eitt af þessum svona, sem þú segir, kannski svona lúxusverkefnum sem að okkur leyfðist að fara í þarna og fyrir tilstilan samvinnu. En svona helstu málefnin kannski ef við fer bara þá að beint í þau sem að við erum svona að fylgjast með og taka þátt í þessa dagana, kannski helst tvennt sem ég get nefnt og annars vegar fiskeldismál og þá í Seyðisfirði, en þar eru samtök Váfélagum vernd fjarðar sem hafa verið alveg hörkudugleg að nýta sinn lýðræðislega rétt til að koma sínum hugsunum á framfæri, eru með meiri hluta íbúa á bakvið sig og meiri hlutin bara búin að segja bara mjög ákveðið, við viljum þetta ekki og eru búin að koma fram með fullt af rökum hvers vegna þetta slæm hugmynd fyrir náttúruna, fyrir samfélagið og fyrir þjóðin alla. Þannig að já, ég bara hveti ykkur til að kynna ykkur þetta málefni og allt það góða starf sem að Vá og fólki á Seyðisfirði búið að vera að vinna streitulaust þarna núna í svolítinn tíma. Ég hugsa að þau eru búin að vera það dugleg. Ég efast að það séu margir á Íslandi sem hafa ekki tekið eftir. Við viljum ekki sjókvíaeldi í Seyðisfjörð. Þannig að já, þau eiga hróskilið, myndi ég segja. Algjörlega. Og hitt málefni sem ég vil kannski nefna eru náttúrulega bara virkjanamálin. Ég menna Austurlandi náttúrulega bara sá blettur á jarðríki sem að framleiðir langmesta orku á hvert mannsbarn. Og og það búið að það búið að gera svo rosalega margt með svo stórum inngripum inn í náttúruna og og eftir Kárahnjúka, fyrst þú nefndi þá áðan, þá var nú bara sagt ef þið látið þetta yfir ykkur ganga þá bara þarf ekki að virkja meira á Austurlandi, þið getið bara fengið að vera í friði með þetta, en annað hefur nú komið að daginn og það lítur út fyrir það eigi bara svolítið að raska rest og ég get nefnt kannski bara í því sambandi Hamarsvirkjun sem hefur verið svolítið í deiglunni nýverið vegna þess að rammaáætlun mælti með að hún færi í vernd sem að kom engum óvart, þar sem að þetta skoraði mjög hátt bæði verndargildi náttúru en einnig líka mjög hátt neikvæð áhrif fyrirhugaða framkvæmda á náttúru. En síðan hefur umhverfisráðherra eða staðgengill hans mælt með að þetta yrði samt sett í biðflokk. Þannig að það heldur áfram og og maður, já, við bara sjáum alltaf betur og betur að það verður aldrei nóg. Svo allir þessi vindorku verið Klausturseli og bara víðar fyrir austan líka. Þeir náttúrulega eru út allt. Já, og það bara, ég held að það verði ekki nóg fyrir en að við breytum bara kerfinu og þá ég í rauninni að tala efnahagskerfið sem kannski það kerfi sem að knýja áfram allar þessar misgáfulegu framkvæmdir til þess að reyna að seðja þessa ósæðjanlegu kröfu eilífan hagvöxt, sko. Einmitt. Við höfum svolítið heyrt því fleygt fram hugtakinu grænn hagvöxtur. Er það til? Það tálsýn. Þeir eru náttúrulega mismunandi mikið rask, en náttúrulega ef þú ætlar alltaf að stefna á bara að það sé stanslaus vöxtur að þá verður að fara að endur skilgreina hvað hann þýðir ef þú ætlar að breyta honum í grænan vöxtur vegna þess að ef við skilgreinum hann bara í útflutningstekjum að þá það ekki, ef það alltaf vera meira og meira útflutningstekjur á hverju ári með takmarkar auðlindir, við sjáum að það þarf einhverja já, það þarf að vera eitthvað ímyndunavekur til þess að sjá fyrir sér það gangi almennilega upp,
en Já, bara maður getur ekki blásið endalust í blöðru, hún springur einhver tíma, Já, já. Ekki, eða þú veist. Já, og þarna í tilviki Hamarsvirkjun erum við að tala bara síðustu lítt snortu víðernin á hálöndin upp af Austfjörðum, bara þannig að það er rosalegt í húfi, sko. Einmitt. En Davíð, ef við bara förum til því núna, Suðvesturhornið, hvað er að frétta? Ef ég les upp úr héragsblöðum á Suðvesturhorninu. Já, komdu með það. Já, nei, ég held ég nú aðeins snerta á þessu áðan að það vita nú flestir af ótal og alls konar hugmyndum nýtingu á Reykjanesinu, einhverjum og sérlega einhvers konar virkjana hugmyndir og við erum með þetta að horfa bara upp á tilraunabólanir Hás Orku núna í Krýsuvík og það er nú bara fyrir þessari viku sem að mér bárust til eirna hugmyndir Orkuveitunar boranir hinum einu Sveifluháls. Það verður þá borað beggja vegna Sveifluháls ef fer sem horfir og tilraunasvæðin hreinlega kissast. Þannig að það er allt undir þarna og svo eru þetta bara fleiri hugmyndir uppbyggingu hafna, uppbyggingu straumsöngvarhafnar með tilheyrandi námuvinnslu. Það eru þetta vegið að á sama tíma Reykjanes fólkvangi. Eina svæðinu þarna sem er friðlýstur sérstaklega fyrir fólk til þess að stunda útivist eða rannsóknir eða einhvers konar könnun eða leik og eins og staðan er núna þá hafa öll sveitafélögin sem stóðu að þessum fólkvangi sagt sér frá því nema þau sem eiga land og ef ég skil stöðuna rétt að þá er raunverulega framtíðans í uppnámi og það þætti mér afskaplega miður ef að menn myndi svo býta hausinn á skömminni með því að leysa upp friðlýsingu á svæðinu. Ég held að það myndi nú að heyra til tíðinda. En svo er þetta líka bara gegndarlaugs ásókn í vatn. Það er þetta talsveit mikið vatn á Reykjanesi, neðanjarðar sérstaklega og vatnstaka fyrir eldi, vatnstaka í virkjanir, vatnstaka í átöppun, bara the list goes on, afsakið enskuna. Ég meina þannig að það er bara með ótrúlega miklu að taka. Og svo er þetta mjög sérstakur landsluti, hann er náttúrulega undir mikið náttúruvá í augnablikinu og þó það kannski snert ekki störf náttúruverndarsamtaka sérstaklega að þá er ýmislegt sem að fylgir því ákveðin átróningur þetta bara áhugi fólks á því sem er að gerast Ég varst einmitt magna sko að sjá það í kringum þennan fólkvang að ef ég fæ að grípa fram fyrir að það keftust allir við bara að votta Grindvíkingum samúð sína á þessum viðsjáveru tímum og svo hverfa allir frá fólkvanginum og skilja Grindavík eftir með hennan þetta stóra svæði, það sem er aukin ásókn, það sem eru náttúruhamfarir og eru fólkvangur og þarna er fólk að ganga, leggja bílun sínum, allt þetta, það er ótrúlega mikil umsjón sem fylgir því að sinna fólkvangi og friðlýstum svæðum og Grindavík hafi nú bara, Grindavíkur bær hafi bara í nógu snúast svo það var ekki allir að fara frá þessu verkefni og þau hreinlega vilja fá aðstoð í þessu máli og við höfum hitt þau og talað um það og en það einhvern veginn allt í einu var þetta ekki eins spennandi lengur að þegar það fór kannski að vera eitthvað aðeins erfiðara að aðeins meira fólk að það er náttúrulega fullt af tækifærum en það einhvern veginn þá bara fór að hverfa sveitafélög frá þessu verkefni. Það er ótrúlega einkennilegt. Já, ég leiði mig bara að segja það. Ég held að það séu þarna sveitafélög sem bara óttist að hreinlega fólk átti sig á því hversu stórkostlegu staður þetta er og hversu miklu er fórnað ef að fari verður í miklar virkjanaframkvæmdir hérna. Já. Og metið það bara hreinlega þannig að það geti þá orðið til þess að fólk mótmælti harðlega og þar að leiðandi sé gott að losna við bara hreinlega fólkvangin. Ég leiði mig bara að segja það. Sko, ef við förum aðeins nú eins og ég kom inn á áðan þá eyðum við töluverðum tíma til dæmis í það að skrifa umsagnir við alls konar mál. Við gerum það öll, veit ég. Og stundum
líður manni eins og maður sé að senda þau einhvern veginn út í tómið þar sem enginn les þær og öllum sama. Stundum líður mér þannig, ég viðurkenni það. En sko hversu mikilvægt teljið þið að þetta starf sé þessar náttúruverndarsamtaka sem að við setjum hérna fyrir, þú veist, haldið þið að, þú veist, ef enginn myndi skrifa þessar umsagnir, myndi það breyta einhverju? Erum við að gera eitthvað? Já, ég leyfi mér alveg að halda, annars værum við náttúrulega löngu hætti og við hreinlega höfum, ég held sko, nú er ég búin að vera í 4 stjórnum hjá Landvernd, 3 stjórnum sem formaður og að byrja núna með fjórða starfsárið, byrja með 4. stjórninni og að það hefur svo oft verið hugsað sko í upphafi, eigum við kannski eitthvað aðeins að minnka álagið í þessu, sleppa einhverju til þess að bara nota kraftana í eitthvað annað og í hvert einasta skipti þá komst það þeirri niðurstöðu að það er eiginlega ekkert sem getum sleppt vegna þess að það er fólk kemur bankandi og hringjandi og öskrandi bara ef við ætlum að sleppa einhverju þá fáum við iðulega skilaboð það að þetta sé mikilvægt fyrir einhvern og fólk raunverulega les umsagnirnar okkar og þakkar okkur fyrir þegar við skrifum framkvæmdir á svæðum sem snerta fólk og náttúrulega snerta fólk bara mjög mikið og fólkið á svæðunum er gífurlega þakklátt fyrir umsagnirnar. Sumar umsagnir hafa áhrif, aðrar eru kannski meira til að sagan geymi þær og margar umsagnir eru lesnar og kannski gerist eitthvað svona sem maður átti sig ekki á í komandi framkvæmdum. Ég held alveg að þetta skipti gífurlega miklu máli en svo eru þetta bara ákveðin kúnst að skrifa umsagnir og þær eru náttúrulega bara sumar eru unnar á handahlaupum og í aðrar þá farið djúpt ofan í málefnin en ég held að þessi sko stanslausa viðvera minna á að við erum að fylgjast með, við höfum skoðanir á hlutunum og ég held að það skili gífurlega miklu og mér finnst núna, því vorum að tala aðeins meira grænu gönguna, að núna finnst mér bara svona fólk almennt vera komið að einhverjum svona suðupunkti, að það er búið að vera mikið kraumandi, bara síðan þessi ráðuneyti voru sameinuð, umhverfis og orku og loftslagsmálin og öll sameinuð í eitt ráðuneyti að það hefur svona verið kraumandi óánægja með það og svo sjáum við núna þessa ríkisstjórn, hún keyrir alveg rosalega hratt áfram. Það er alveg ótrúlegur svona, ég er búin að segja í 4 viðtölum æðibunugangur en það bara er svo gott orð og lýsir þessu svo vel í því að færa hluti í nýtingaflokk, að færa hluti úr vernd í bíða aðeins. Við ætlum bara aðeins að bíða hvort að forsendur breytist ekki og forsendur náttúrunnar ef þar breytast eitthvað þá er það hún verður verðmætari með tímanum en þess að við göngum svo hratt á hana í heiminum. En forsendurnar væntanlega sem verið að horfa til kannski viljum við framleiða meira, kannski viljum við þrefalda orkuframleiðslu og það er bara ekki nógu góður og ég held að fólk bara upp til hópa sjáu þá. Ég held að margir hafi orðið fyrir miklu vonbrigðum með núverandi umhverfis- og loftslagsráðherra Jóhann Pál vegna þess að hann hefur sett fram 15 lagafrumvörp til dæmis. 7 af þeim eru orkumálin og 8 allt hitt. Þannig að við sjáum, þú veist, í bara þeim málum sem lögður fram að það er fyrst og fremst áhuga á því að einfalda, hraða, afgreiða hraðar og fækka kæruleiðum, stytta samráð og svo eru svona frasar sem maður hefur heyrt sem kannski mér finnst bara oft notað svolítið sem skraut, endurheimt votlendis, verndun hafsvæða og verndun víðerna og kannski sérstaklega. Þegar ég leitast eftir því hvað er verið að gera í þessum málaflokkum, það er kannski ein reglugerð að styrkja bændur sem eru að endurheimta. Það er eitt gjald sett það er hærri gjöld sett á bensínbíla, en svona heildarmyndin er samt svo að það er fyrst og fremst verið að keyra á þessa einföldun og það er ekki bara mikið leynd eiginlega í kringum til dæmis hafvernd, það er
það eru mörg verkefni á fáu fólki í ráðuneytinu og maður bankar og spyr hvað er að gerast hér, við viljum hjálpa, við viljum vinna með ykkur að þessu, megum við please vera með og það er einhvern veginn bara, það er ekki svarað og þannig að ég hef bara grunum að það sé lítið að gerast í þessum málaflokkum og að það séu svona erfiðleikar í samskiptum milli stofnana og eitthvað svona, en það er einmitt í svona málum sem svona samtök eins og Landvernd sem eru algjörlega frjáls af því sem þau segja og hvern þau tala við og við þurfum ekki að fara eftir skipuriti og þannig að við getum hjálpað svo mikið og það er svo pirrandi að finna þennan bara þennan kannski litla áhuga og þennan þessa ofur áherslu á að einfalda regluverk og ná í meiri orku. Þessi atvinnustefna, hún er rosalega gamaldags þegar við hugsum bara viðmið á framförum. Það er bara fyrst og fremst að auka hagvöxt á hvert mannsbarn og ekkert, þau fengu flottan hagfræðing, Mariu Mazzucato, til að tala og hún talaði hvernig hagvöxt ætlum við að búa til, hvað erum við að velja að vaxi, hvað erum við að velja að vaxi ekki út frá því hvernig samfélagi við ætlum að búa til, en ég sé ekki þess merki í þessari stefnu að það sé einhver framtíðarsýn, koma einhver upp úr hrávinnslunni, við erum ótrúlega mikil hrávinnslu á efnum, við erum búið til ál, fyrst og fremst. Stefna virðist vera að fá mikið að gagnaverum, bara eins mikið og við getum. Þannig að ég held að núna, í þessari grænu göngu, við erum ekkert að halda þessa grænu göngu að því okkur datta bara í hug, það er bara fólk búið að leita til okkar. Bara þessi græna ganga var haldin fyrir 20 árum, svo hún haldin fyrir 13 árum og núna er bara komið suðupunktur og við þurfum að halda þessa grænu göngu aftur og það er bara svo mikil, fólk er bara að átta sig út all land, bara, heiðin mín, þá er komið vindmyllur hér, bara ofan í sveitina mína. Að þú veist, það þarf ofta eitthvað svona nálægt fólki svo að kveikja á perunni og þá segir já og það eru meira en 40 verkefni hringinn í kringum landi og fólk fær bara áfall. En þú veist, talandi þetta, þú veist, hvernig upplifið þið þetta, þú veist, svona á ykkar heimasvæðum, þú veist, upplifið þið að það sé meiri áhugi eða þú veist, að fólk hafi meiri áhyggjur, eru fleiri að koma að máli við ykkur sem starfandi náttúruverndar fólk á svæðinu? Guðrún, ef við byrjum á þér. Já, ég myndi segja það. Ég er ekki búin að vera í þessu formannstarfinu eitt rosalega lengi, en já, ég hef verið að finna fyrir því og og mér finnst þetta líka rosalega gott orð hjá þér, æðubunugangur og við verður oft hugsað til þess að við erum í 4. neðsta sæti í heiminum í verðmætasköpun á hverju orku einingu og það hryggir mig því það þýðir í rauninni bara að við erum að fórna og eyða náttúrunni sem að við elskum öll, sem að fyllir okkur stolti, sem að dregur til okkar ferðafólk fyrir smáur. Og við getum gert svo miklu betur. Já, við ættum að selja okkur töluvert dýrara. Akkurat. En það ekki. Jú, ekki vera svona ódýr. Hvað segir þú, Davíð? Jú, ég segi, mér langar reyndar aðeins að koma aftur að spurningunni umsagnir, af því að það er sannarlega þannig að það er komið að máli við okkur, það er spurt, ætlið ekki að segja eitthvað, getið þið gert eitthvað í þessari stöðu getið þið allavega bent á þetta. Og ég held að bara í sjálfu sér sé mikilvægt að skrifa umsagnir, þannig að það sé allavega einhver staðar gripið til varna með einhverjum hætti. Og ég get alveg bara fullir það að þó að við hefum nú ekki náða velta neinum stórkostlegum verkefnum í Hafnarfirði úr sessi að þá hafa þær haft áhrif því að umsagnir geta haft tvíþætt áhrif, geta annars vegar til þess að reyna að koma í veg fyrir einhverjar framkvæmdir, en það er ekki endilega alltaf tilgangurinn, hann getur líka verið tilgangurinn að reyna að bæta einhvers konar framkvæmdir, bæta umgengni eða bæta verklag. Já, bara vekja athygli á eðli málsins og hvað þarf að passa og svona. Einmitt, og benda á að þannig eru kostir til að gera kannski hlutin frekar en akkurat eða gera hann svona eða hinsegin og ég er ekki með á það að það er hlustað og við getum haft áhrif með umsögnum svo það sé sagt. Já, ég reyndar segja líka fyrir mig að mér finnst þetta líka mikilvægt bara varðandi það að samtökin séu sýnileg, að við látum vita af því að við séum að fylgjast með, að þú veist, fólk ekki bara einhvern veginn í sínu hotni að plana eitthvað og það enginn að pæli hvað það að gera,
þú veist, bara pínu svona pota í, þú veist, ég meina eins og nú til dæmis búið að vera lengi áformum að sjókvíaeldi í Eyjafirði og kemur upp annað slagið og þegar við heyrðum svo að því núna síðast þá drifum við okkur bara stað og gerðum herferð og gerðum og græjum þó að í rauninni ennþá má það ekki samkvæmt lögum, þú veist, það má ekkert henda sjókvíum í Eyjafirði núna en við erum samt byrjuð bara því við viljum minna alla á sem er að reyna þetta, bara heyrðu við ætlum ekki að setja á þegja á meðan þið gerir þetta og við ætlum bara fyrirbyggja að þið geti gert þetta. Þannig að mér finnst það líka skipta óbúslega miklu máli einhvern veginn að náttúruverndarsamtök séu bara sýnileg og fólk bara viti af því. Það er fólk þarna úti sem er ekki sama og það ætlar að gera eitthvað ef þið haldið áfram að vinna í þessar skammtíma hugsun og bara hernaði gegn náttúrunni. Og með umsagnirnar, fyrir ekki, ég held líka bara já, svo ég svari því líka að dropinn hóli svolítið steinin. Það er kannski sumar af þessum umsögnum sem við erum að skrifa er kannski ekki að fara að breyta heiminum. En það að segja þetta alltaf trekk og minna endalaust á náttúruna og það með tímanum held ég hefur áhrif og mér finnst svolítið skemmtilegt, ég minnist oft á það í umsögnum, set svona neðamálsgrein að því mér finnst naust og náttúruverndarsamtök yfir höfuð vera svo miklir trendsettarar. Þau eru alltaf svolítið á undan sinni samtíð og hafa fyrir það fengið mótspyrnu oft á tíðum. En svo einhvern veginn fylgir samfélagið í sporin svona á endanum og mér finnst gaman að taka dæmi það að aðalfundur naust 1987 sendi frá sér ályktun með hvatningu til stjórnvalda til að móta sér stefnu sölu einnota umbúða í landinu með tilliti til umhverfisverndar. Sko löngu áður en að fólk að fara að pæla í plasti sko. Og mig langar að spyrja hvar værum við í dag í þeim málum ef að stjórnvöld hefðu tekið þessari áskorun naust þannig 1987, þetta var áður en ég fæddist og ég bara leiði mér að fullyrða að við værum í miklu betri málum þarna ef að svo hefði verið. Þannig að sko mín ályktun út frá þessu er að tíminn til þess að hlusta á náttúruverndarsamtök, hann er núna, ekki eftir einhver ár eða einhverja áratugi. Þannig að þá kannski verðum við í betri málum í framtíðinni. Já, ef ekki bara segja það. Við kannski, ef við förum aðeins betur onni í það sem er að fara að eiga sér stað á sumardaginn 1. Að það verður sem sagt grænganga og við ætlum að hittast á Arnarhóli. Akkurat, þú kannski segir bara frá þessu. Já, á Arnarhóli klukkan 12:30, 13:30 og síðan verður gengið það nú í Hljómskálagarðinn og það er hvatt til þess að fólk komi með síni skilti og svona gangi fyrir það sem að þeim þykir mikilvægt. Þetta er svona 1. maí náttúrunni, þannig að geta allir komið og gengið undir sínu flaggi. Og síðan förum við í Hljómskálagarðinn og þar verður Saga Garðars og Snorri maðurinn hennar sem að verður með gítarinn og hún kynnir þarna til leiks, það verður ljóðalestur, það verður flutt Peppan Guðmundur landslistþjálfari verður með þarna erindi og síðan mun þú lesa upp svona yfirlýsingu frá náttúruverndarsamtökunum og það er einmitt, þú veist, það er eitthvað sem samtökin komur sér saman það er og allir ættu að geta tekið undir en það er ekki svona yfirlýst sko manifest á allra göngunar heldur samtakana og síðan verður þessu lokið með samsöng við syngjum alls saman til þess að þétta hópinn og síðan verður pallborð í klukkan 3 í Norræna húsinu sem nú bara við hliðina á og þar verða fulltrúar frá flokkunum að svara í pallborði og þetta verður sem sagt oddvitar á höfuðborgarsvæðinu, ekki allir úr Reykjavík en af höfuðborgarsvæðinu sem munum þarna svara og ég veit að þið ætla að gera eitthvað svipað á fyrir norðan, er það ekki? Jú, við ætlum okkur að óska eftir svörum frá oddvitum framboða á Norðurlandi varðandi þeirra hugmyndir náttúruvernd, umhverfismál. En þetta verður svona höfuðborgarmiðað, það var bara tekin ákvörðun það og
síðan kvöldið klukkan 8 byrjar hálendishátíð sem eru tónleikar og þar verður Daði Freyr og Kusk og Óviti og Gugusar og Lúpína og svo Biggi Veira með DJ sett í lokin og það verður bara mikið stuð og ég hvet fólk bara til þess að sækja alla þessa viðburði. Svona í kjölfarið á því að því þú talaðir þetta með að hvetja fólk til að koma og ganga fyrir þá náttúru eða þá staði eða það málefni sem að stendur þeim næst. Þá langar mér svolítið að spyrja ykkur persónulegar spurningar af því að ég veit það bara ein raun og af samtölum við fólk sem ég hef átt eða samtölum sem ég hef átt við fólk í náttúruvernd að það alltaf eitthvað sem kveikir það að mann langar til þess að taka þennan slag og mann langar til þess að eyða orku í þetta því að þetta alveg töluverð orka sem fer í þetta og maður gerir þetta ekki fyrir ekki neitt. Mér langar að spyrja ykkur, kannski að byrja þér Guðrún, einhver sérstakur staður eða eitthvað sérstakt sem tengist náttúruvernd sem að þú brennur svona helst fyrir? Já, það góð spurning sko. Ég held að það sé langur listi en jú bara þú veist það hálendið, það er lífríkið og það er fólkið líka sko. Af því að það sko ég er náttúruverndar sinni vegna þess sem er annt náttúruna en ég er líka náttúruverndar sinni vegna þess sem er annt fólk og samfélagið okkar og og einmitt, mér stendur ekki saman það hvernig fer með það og það dylst nú engum að það stefnir í vesen ef fer fram sem horfir og já og mér bara stendur ekki á saman það og heldur við getum gert betur í að sporna við þessum áskorunum sem að við stöndum frammi fyrir í dag og svo en svo líka bara náttúruvernd svo ótal margt fyrir mér. Ég menna náttúruvernd getur verið eitthvað svona sem augljóst eins og að stuðlað sjálfbæri landnýtingu sem kannski eitthvað sem svona borði stjórnvalda og náttúruverndi getur líka verið einmitt að fræða og að fræðast náttúruna bara sem eykur náttúruvitund og svo getur það líka verið bara svolítið kannski hlutir sem eru kannski ekki alveg eins augljósir eins og bara það að vinna því að uppræta fátækt og stuðla friði. Það er líka náttúruvernd. Fólk í neyð það bara hefur ekki efnaði að hugsa annað en daginn í dag en náttúruvernd sem slík er að hugsa lífríkið til framtíðar. Þannig í grunninn er þetta bara að skapa lífvænlega framtíð fyrir okkur öll og það þarf ekkert að snúa mikið upp á handlegginn á mér fyrir að vinna í því og með þessu góða fólki sem að vinna á þessu sviði. Þannig ég er bara mjög gaman að þessu. En hver er uppáhaldsstaðurinn þinn? Uppáhaldsstaðurinn minn? Ég get ekki svarað spurningu. Austurland? Já, Austurlandin er miklu uppáhaldi hjá mér. Já, ég trúi því. Davíð? Já, ég vil bara nota tækifærið og segja frá því að sko ég er ekki nokkrum vaf það að minn áhuga á náttúruvernd sennilega ómeðvitað hafi kviknað svona miðbik 9. áratugsins þegar ég er á fermingaraldri og það verið að koma á hvalveiðibannu sem að náði kannski hæstum hæðum í lagi Bubba Morthens nauðsynlegt að skjóta þá en ég man af einhverjum ástæðum fylgdist ég með þessu máli af áfergi og ég hef aldrei átt að máði að hverju. Ég held hins vegar líka að uppáhalds staðurum minn, ég hugsa að sé kannski frekar upp á vistkerfið mitt. Ég er alveg upp í Hrauninu í Hafnarfirði og mér finnst óskaplega vænt Hraun og ég tek verulega nærri mér hvernig talað Hraun sem einhvers konar farartálma eða erfitt byggingarland eða eitthvað í þessu áttina og hvernig við höfum bara hreinlega farið með Hraun eins og það sé einhvern veginn bara sjálfsagt að méla það niður. En að því þú spyrðum upp á staðinn, ég held að það sé svona undirliggjandi og ég held að mér sýndist þú að krefja eitthvað svara þá er það Skaftafell vegna þess að þar svona má segja ég hef kynnst konun minn almennilega. Fallegt. Þorgerður? Já, sko
Það sem held ég, ef ég á að fara svona í ræturnar á þessari svona baráttu gleði í þessu var náttúrulega ég ólst upp á að krakki þegar Kárahnjúkar voru svona mest í deglunni og mér er alveg sérstaklega minnistætt sko, ég var svona að vinna sem unglingur á hóteli og var að ræða þessi mál og þá sagði eitthvað, vá en heimskulegt af þér að vera á móti Kárahnjúkum þegar þú býrð á Austurlandi þar sem álverið er búið að bjarga öllu og ég var bara svona, af hverju heldur fólk að þetta sé svona ótrúlega svart og hvítt, veist, af hverju er enginn að tala einhverja þróun þar sem við getum lifað í sátt við náttúru, það er bara eins og, þú veist, þetta sé eitthvað svona algjörlega svart hvítt og mér fannst það bara svo ósanngjarnt og ömurlegt, ég bara, þetta er ekki svona og mér langar að finna út úr í hvernig, þú veist, hægt er að lifa á sjálfbæran hátt með náttúrunni og þannig að ég hef mikið unnið þarna sem landvörður í Snæfelli, í Kverkfjöllum, í Hvannalindum og er alltaf að keyra þarna yfir þetta lón og ég verð bara alveg leið þegar ég hugsa það. Þannig var bara dalur og það var bara gróið land. Veist, hvernig lifði við þess að gerast? Og þetta er land sem ég fæ aldrei að kynnast. Bara ég var krakki þarna og ég fór þarna eitthvað og ég er náttúrulega bara, eins og krakkar eru, þeir eru ekkert að pæla. Þú veist, ég bara eitthvað, já, eitthvað, dalur hérna, flott og þú veist, ég man ekkert eftir þessu svæði þannig og það hefur bara verið tekið frá mér þannig það er ekki uppáhaldsstaðurinn minn því ég þekki hann ekki en hann já, uppáhalds bara svona staður ég held ég taki undir með sko, Davíð, ég er ekki með svona stað, ég er með uppáhaldsvistkerfi og það er svona Lyng og og svona Kjarr og mér finnst bara lyktina þeim svo góð og ég man, ég bjó eins í útlöndum ég bjó í Kanada í 1 ár og kom ekkert heima með hann og bara þegar ég lenti í sko Keflavík, mér sé að það sé hraun og þú veist og ég fann bara svona lyktin af íslenska loftinu ég var búin að gleyma hvernig hún var og mér finnst bara alltaf þessi þegar ég fer í gönguferðir og svona eins og Borgarfirði eystri og þar kring á víkunum eftir ég bjó erlendis líka þá annars staðar þá kom ég heim og fór síðan í fjallgöngu þar og bara svona þessi lykt af lynginu, grasinu og já, þetta er miklu uppáldi hjá mér, þannig ég er kannski ekki með eitthvað eitt stað en svona Víkurnar og Austfirðir eru náttúrulega alltaf og Héraðið og og já, Dyrfjöllin og svona þetta svæði, þetta er mér mjög hjartfólkið og Hjálpleisa sem er náttúrulega núna nýverið í deglunni, þannig að landeigendur vilja friða hana en þar er komin einhver rannsóknar áhugi fyrir virkjun. Spennandi. Já, takk ykkur fyrir að svara þessu. Ég kastaði þessu svolítið framan í ykkur. En ég hef alltaf áhuga á því að... En hvað er þinn? Minn? Já, akkurat. Skjálfandafljót. Skjálfandafljót er ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara í náttúruvernd. Ég hef alltaf verið mikil náttúrubarn og þú veist, alin upp af fólki sem fór mikið út og ég var úti allan daginn og einhvern veginn alltaf bara svona eðlilegu hluti af lífinu, ólst upp á Laugum í Reykjadal í svona frekar svona grónu og hlýju svæði og þetta fljót alltaf þarna nálægt og mér þótti alltaf svo vænt það einhvern veginn að keyra yfir það, svona einhvern veginn kom eitthvað svona, ég veit ekki, einhvern svona orka með því einhvern veginn, bara svona sem flæðir í gegnum mann þegar maður keyrir yfir það og náttúrulega Fossinn, Goðafoss, hann er bara svo dásamlegur, bæði sagan á bakveðan einhvern veginn sem tengist okkar menningu líka og þú veist, eitthvað svona þessar breytingar sem að við gerðum á okkar lífi sem að tengjast einhvern veginn þessum fossi þó það sé kannski meiri saga heldur en hitt og þá er það, þú veist, alltaf einhvern veginn þegar náttúrutúlkun svona tengist svona menningu á einhvern svona fallegan hátt, þú veist, mér finnst það alltaf eitthvað svo heillandi og síðan bara þegar ég frétti af því eftir ég var búin að búa í Danmörku í 6 ár og þá ég get ekki lýst í hvað ég saknaði íslenskri náttúru mikið þegar ég bjó í Danmörku. Mér fannst ég bara svona nakin, þú veist, það var ekkert fjall fyrir aftan mig og þú veist, ég bara svona eitthvað víðáttu brjálæði. Þannig að mér leið mjög vel að vera komin aftur heim í Eyjafjörð með fjallið og sjóinn og bara svona örygg þarna á milli. En já, þegar ég frétti af því að það væri verið að spá í að virkja í Skjálfandafljóti þá mér leið bara svo að vera ráðast á mig persónulega og ég bara svona, já nei, þú veist, það lítur einhver að koma í veg fyrir þetta eins og ég held að við gerum mörg
við hugsaum bara eitthvað, já, þetta gali, það hlýtur einhver að stoppa þetta, en svo rann það upp fyrir mér að þessi einhver, það þarf að vera einhver, þú veist. Já. Og ég fór að grúska og fann Sunn og Hörpu Barkardóttur sem var formaður þá og ennþá með mér í stjórn og fór bara í kaffi til hennar, rosalega æst og við töluðum þetta og bara í kjölfara því ég komin í náttúruvernd og ætla ekki að hætta. Já, þannig að mér þykir rosalega vænt fljótið líka því það í rauninni rak mig í þessa átt. Þannig að já. Eigum við kannski að ljúka þættinum á því að ég fer einn hring með ykkur enn einu sinni og leyfi ykkur svona að koma á framfæri því sem að ykkur svona liggur helst á hjarta ef það var ekki komið fram. Og ef ég byrja á þér, Þorgerður. Já, ég var svona einhver leiti búin að koma á framfæri svona þessu sem að ég veist aðkallandi í þessu svona þróun og samtali náttúruvernd og náttúrunýtingu að einhvern veginn það alltaf vera hægt að sækja meira, auka hagvöxt alltaf meira og meira og sækja þá alltaf meira í náttúruna. Þetta náttúrulega bara eins og pissa í skóinn sinn að þetta svo mikið skammsýni að hugsa þannig. En síðan eitt sem mér hugleikið eftir að þá yrðu svona vatnaskil í þjóðlendumálum og það var þáttur í græna borðinu þjóðlendumálin, en ég legg kannski að kafa djúpt í þau, en það þessi svona breyting sem mér finnst vera eiga sér stað núna í ferðaþjónustunni. Að ferðaþjónustan, hún orðin stærsta atvinnugrein Íslendinga og og það svolítið að gerast svipa í henni og kannski gerðist í sjávarútveginum að það fullt af litlum fyrirtækjum sem spretta fram bara þegar síldin kemur, þegar túristarnir byrja að koma. Svo þegar það kemur COVID eða kemur einhver erfiðleikar í rekstrinum að þá þarna stóra aðilar sem kaupa upp litlu fyrirtækin og maður byrjar að sjá hvernig landi að skiptast niður og ekki bara innan svona það svo mikill vöxtur í geiranum, það baðlón að koma út allt og luxushótel og svo skrifar jafnvel það var í greinagerð frá luxushóteli sem á að byggja á Laxárbakka, þar stóð og þar á að vera þyrlupallur ofan í til dæmis fuglalífi að það sé mikil vöntun á luxusgistingum fyrir ferðamenn. Ég held þetta sé einhver bóla sem geti bara sprungið en að þá verði ferðaþjónustan það verður svo mikil samþjöppun í greininni að við verðum meila bara búin að kvótaskipta hálfgert landinu niður í svæði sem að stóra aðlar eiga. Ég get nefnt bara nýlega þá til dæmis keyptu Íslandi eða kynnisferðir Arctic Adventures og Íslenska fjallaleiðsögumenn. Þannig að það strax svo stóra aðlar að sameinast og og maður sér það alveg á svæðum þar sem eru, ég get nefnt Hoffellslón og ég get nefnt Óbyggðasetrið, að þar eru smærri aðilar sem hafa, eða landeigendur sem hafa verið með eitthvað þjónustu eða ekki, en eru af margvíslegum ástæðum síðan að þurfa að selja, að þá koma þessir stóru aðilar og kaupa upp land og rekstur og mér finnst þetta bara óhugnalegt. Ég hrædd við bara svona andvara leysið í skipulagsmálunum til þess að sporna gegn því að við munum missa þessi víðerni sem við eigum í einhverju svona bólu á einhverjum luxusgistingum, að við munum missa aðgengi að svæðum sem eru náttúruperlur af því að það verður svo mikil luxus að það má enginn eiginlega vera þarna. Engan almenning, já, takk. Það verður bara þyrlupallur eða eitthvað. Já, ég hef áhyggjur þessi og ég held ekki að margir séu búnir að einhvern veginn átta sig á þessu. Ég var nokkuð tímann að tala þetta við Björgu Evu og hún sagði að sjá þetta allir og já, bara ég ekki svo viss. Ég held að fólk eigi eftir að sjá þetta og ég vil opna augu fólks fyrir þessu og svo vil ég þetta bara hvetja allir til þess að skrá sig í landvernd eða í sín landslutafélög, þannig að já, eða bæði og koma í grænagöngu en heyrðu, við þurfum að leyfa Davíð, erst þú með eitthvað sem þið langar að Já, ég náttúrulega bara deili áhyggjum mínum með Þorgerði, svo sannlega
En það sem að mér langar kannski að koma að það að við erum, held ég, einu náttúruverndarsamtökin sem eru við þéttbýli og það er sannarlega náttúra við þéttbýlið og það þarf á náttúruvernd, það eru ótal náttúruverndarsvæði á og við höfuðborgarsvæðið og við þurfum að standa vörðum þau. Það er vandamál að vega og meta hagsmuni byggðarinnar og náttúruverndarinnar og skiljanleg sjónarmið í báðar áttir. En ég held að þetta sé mjög svona brýnt verkefni inn í framtíðina og svo líka að það er gefandi að taka þátt í náttúruverndarstarfi. Það er ekki bara streð, bara langt í frá. Ég held að ég get allavega sagt fyrir sjálfa mig að ég er mun fróðari heldur en áður en ég fór að skipta mér að þessu af einhverjum semst ég hef lært margt sjálfur bara náttúru, sögu, menningu og fyrir þá sem að hafa áhuga á því að þá er bara full ástæða til þess að gera eins og þú segir að ganga í ef ekki hverfisfélagi sitt að þá allavega landvernd því að það er nóga verkefnum líka á höfuðborgarsvæðinu. Já, einmitt og maður þarf ekki að vera náttúrufræðingur eða sérfræðingur, maður þarf bara að þykja vænt náttúruna. Já, bara raunverulega hafa áhuga á Já, bara vera manneskja í rauninni. Já, það er allir velkomnir. Það er allir velkomnir. Guðrún? Já, eða jafnvel bara áhuga á fólki og framtíð þess og ef ég má vera svona kannski pínu háfley í lokin og tala annað sem að við elskum öll og tengjum okkur sem eru vísindin þá er það náttúrulega vísindin þau koma okkur upp úr torfkófunum, þau gáfu okkur símana og bílana og allt þetta og núna eru vísindin að segja þetta að við, ef ég tek bara upp úr bara skýrslu IPBES milliríkjanefnd líffræðilega fjölbreytni og vistkerfisþjónustu að þá er bara lykil þáttur í sjálfbæri þróun er þróun efnahagskerfis sem að víkur frá núverandi hugmyndafræði hagvöxt og þannig að það kem ég aftur inn á þessar kerfisbreytingar og maður kannski líka bara rétt aðeins fyrst að hann á nú 100 ára afmæli í næsta mánuði, hann David Attenborough að vitni í hann þar sem hann hefur nú bent á að það sem við gerum næstu 50 árin mun ákvarða örlög alls lífs á jörðinni, það er ekkit minna en það en svo finnst mér kannski líka einmitt þegar þið komu inn á ýmiss konar vernd og ég gleymd að minnast á áðan að vernd getur stundum oft verið bara, það er að vernda hluti þótt að ég ætla ekki að fara þangað ef bara vernda þá vegna þess að náttúran þarf pláss og ef náttúran fær pláss þá getur hún á stendunum sem bara mjög vilja að viðhalda því lífi og þeim vistkerfum sem að við njótum góðs af eins og til dæmis bara mér ég er mjög fylgin því að vernda Amazon frumskógin þótt að ég ætli örugglega aldrei að fara þangað þannig að líka bara að vita af einhverjum svæðum sem eru vernduð en ég þarf ekki endilega að fara þangað þótt að það sé náttúrulega mjög gaman að ferðast íslenska náttúru og það er líka stór partur af því okkur við erum aðeins sem við erum. Einmitt. Ég held að við látum þetta bara vera loka orðin. Þakka ykkur innilega fyrir að koma í þetta spjall. Gaman spjalla við ykkur og ég hlakka mikið til þess að ganga með ykkur á morgun í grænugöngunni og vonandi sem flestum af ykkur hinum sem eruð að horfa. Við ætlum að hittast á Arnarhóli klukkan 13:30 og ganga saman í Hljómskálagarð og við ætlum að ganga með íslenskri náttúru. Takk kærlega fyrir að setjast við grænaborðið með okkur. Verið sæl.